félags skrúðgarðyrkjumeistara haft samband við okkur. Þeirra félagsmenn höfðu verið að lenda í slysum. Þar sem að fólk var að klifra í trjám með því að nota stiga og klifra upp stiga upp í tréð með keðjusög. Við höfum svona haft áhuga á því að skoða þetta klifur nánar. Þetta væri eitthvað sem við þurftum að fara að bæta inn í kennsluna hjá okkur. Enduðum hjá Kaupmannahafnarháskóla. Þar voru 2 sérfræðingar sem voru bara, já, við bara erum til í að hjálpa ykkur með þetta og úr var það þau ákvað að koma hingað hálfu ári síðar og vera með svona sýningu á trjáklifri á Íslandi. Eftir þessa kynningu þá ákvaðum við bara að kýla á að sækja verkefni í gegnum Erasmus+ áætlunina. Hvað gæti hver skóli eiginlega fengið út úr þessu? Því að það er mjög misjafnt eins og í þessu tilfelli er skólinn sem er með allt námsefnið og alla þekkingun og allt í þessu og meðan við erum ekki með neitt tengt í trjáklifri til þess að gefa þeim. En á móti kemur og þau höfðu áhuga á fjarnámslausnum. Þannig að við höfum gríðarlega reynslu þar. Ef við erum að fara að skoða fjarnámslausnir og kennslu í svona verklegu fagi eins og trjáklifur að hvort að við förum ekki í það að hafa allt sem við búum til rafrænt og eins aðgengilegt og hægt er fyrir sem flesta hópa. Þetta hentar bæði þeim sem að fara að læra, bara að byrja í þessu, og fagmönnum sem út að vinna. Þeir geti farið þarna og ná sér í þau skjöl og efni sem þeir þurfa til þess að geta flett upp og undirbúið sig í vinnunni.